Fjárlög fyrir árið 2021. Almennt. Í stuttu máli. Greiningar. Kynning ráðherra. Skjöl, gögn úr frumvarpinu. Fréttatilkynningar. Fjárlaga frumvarp fyrir árið 2021. Ríkisfjármálum verður áfram beitt af fullum þunga til að verja störf og skapa viðspyrnu, en gert ráð fyrir að áhrif heimsfaraldurs kórónuveirunnar á ríkissjóð verði neikvæð 192 milljarða króna á næsta ári. Þetta kemur fram í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2021 sem lagt fram á Alþingi í dag, samhliða fjármálaáætlun fyrir árin 2021 til 2025. Skattar verða alls 52 milljarðar króna lægri á komandi ári en þeir hefðu orðið á ákvarðanir ríkisstjórnarinnar á kjörtímabilinu. Ríkisfjármálunum beitt markvisst gegn samdrætti. Með fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2021 haldið áfram á þeirri braut sem mörkuð var með fyrstu viðbrögðum við efnahagslegum áhrifum farsóttarinnar, að verja lífskjör og veita viðspyrnu fyrir nýtt hagvaxtarskeið. Góð staða af ríkissjóðs við upphaf farsóttarinnar hefur gefið stjórnvöldum tækifæri til að bregðast kröftuglega við afleiðingum hennar með stuðningi við fólk og fyrirtæki í vanda. Fjárlagafrumvarpið endurspeglar þá ætlun stjórnvalda að vinna bug á erfiðum aðstæðum og beita ríkisfjármálunum af fullum þunga. Ekki verða gerðar auknar aðhaldskröfur til málefnasviða og verða öll helstu tilfærslukerfi varin. Til þess að sporna við útgjald. Já, Vilborg Oddsdóttir heiti ég og ég formaður EAPN á Íslandi og í dag erum við hér á samstöðu að sjónvarpa og vonandi sem flest að horfa á í tilefni af 17. október sem alþjóðadagur fátækt. Það náttúrulega hræðilegt að þurfa að vera til þessi dagur, alþjóðadagur fátækt, en svona raunveruleikinn og við höfum verið að nota hann til að minna á okkur og segja frá og halda ráðamönnum við efnið, þannig að þeir bara gleymi ekki þessum hóp. Við höfum gert þetta á margvíslegan hátt undanfarin ár hérna EAPN á Íslandi. Við höfum verið að hitta, boðið upp á súpur og við höfum verið með götu málþing og málþing
á Grand Hoteli og allt mögulegt. En í ár, náttúrulega, út af COVID, þá erum við hér bara á samstöðu með beina útsendingu og hérna eftir muniði hlusta á bara marga, bæði þeir sem búa við fátækt og þeir sem að starfa með einstaklingum sem búa við fátækt, tala fátækt. Og sjálfsagt getum við aldrei gert svona nema með þeim einstaklingum sem búa við fátækt. Það þeir sem hafa raunverulega sögur að segja og geta að tala beint við stjórnmálamenn. Nú kannski ykkur hérna sem spyr hvað svo EAPN og hvað PEP? EAPN European Anti-Poverty Network, sem eru evrópsk samtök, þar sem nánast öll lönd í Evrópu eru saman á svona mörgum samtökum, þar sem við eigum það sameiginlegt að berjast gegn fátækt í sínu eigin landi. Og að lobbyera til dæmis á gagnvart Evrópusambandinu og við sem ekki eru í Evrópusambandinu gagnvart okkar stjórnvöldum. Og innan þessa samtaka þá eru samtök sem heita PEP eða People Experience Poverty. Það sem verið að valdefla og efla þá einstaklinga sem hafa búið og búa við fátækt til að bara tala sínu eigin máli og taka þátt í að breyta því samfélagi sem þeir búa í. Og ég veit bara að segja það að hér á Íslandi hefur okkur tekið einstaklega vel til með peppara. Þeir eru bara orðnir mjög öflugir og eru með sterka rödd sem bara heyrist víða, sem betur fer, og það er bara algjörlega frábært og hérna flestir okkar ráðamenn viti af okkar peppurum. Og það er náttúrulega markmiðið með öllu félagasamtökum að beina samtal á milli þess sem að býr við það aðstæði sem við erum að ræða og við okkar ráðamenn. Við viljum náttúrulega að sjálfsögðu að draga og eyða allri fátækt bara á Íslandi, því við erum fyrst og fremst að tala hér Ísland. Við viljum að það sé gert í samvinnu við þá sem að búa við fátækt og að virðingu við þá sem eru í þessari aðstöðu að búa við fátækt og við félagslega einangrun. Og sjálfsögðu viljum við að þetta sé að stjórnmálamenn bara taki þessa á alvöru, því að þeir vita að þetta bara fólk deyr úr fátækt. Eins og sagt að hver prósenta sem að fátækt eykst, því meiri til dæmis lifir fólk skemur við fátækt, fólk tekur líf sitt vegna fátæktar, lifir óheilsusamlega lífi, þarf meira á lyfjum og læknisaðstoð að halda. Þannig það er mjög dýrt fyrir samfélag okkar að hafa fátækt. Þannig að nú þarf bara pólitískan vilja að skipta kökunni rétt, og ég segi stundum, þetta er ekki spurningum að skipta kökunni, heldur hver það sem skiptir kökunni. Þannig að við biðlum til þess og vonumst til þess að stjórnmálamenn taki þetta til sín og hlusti nú á alvöru fólk sem býr við fátækt og endilega hlusti nú á þá sem koma hér á eftir. Takk fyrir mig. Þegar ég gifti mig þá skertust bæturnar mínar. Bæturnar okkar eiga bara að fylgja okkur. Mínar bætur eiga bara að fylgja mér, alveg eins og hans laun fylgja honum. Hann lækkar ekkert í launum bara því hann gifti sig. Þegar eldri dóttir mín varð 18 ára, skráði kerfið okkur sjálfkrafa í sambúð. Ég missi heimilisuppbót, ég missi hluta af húsaleigubótunum og ég missi mæðralaun og ég missi hinn ýmsu réttindi. Ég var að rifja þetta upp með mömmu og hún sagði eitthvað svona eins og já, þegar þú varst 18 ára að þá breyttist allt. Þá ert ekki lengur barn og þá þarf í rauninni að tilkynna það, láta vita að það sé fullorðinn sem að búi með á heimilinu. Eins og ég sagði börn þegar verða 18 ára, ef þið fara að vinna með skóla, fá ykkur tekjur, þá náttúrulega skerðist eins og hjá mér, húsaleigubætur, heimilsuppbótið, ég þarf að sækja það reglulega, fyrst þetta út og maður náttúrulega þurfti að skila inn vottorði til að sýna fram að það hann væri í skóla. Fólk sem á sitt eigið hús og sitt eigið húsnæði,
það getur alveg leyft sínum börnum þó þau séu orðin eldri og uppkomin, það getur leyft þeim að vera hjá sér, en ef þú ert með lítið á milli handana eða fátækur þá er það bara ekkert í boði. Kerfið á Íslandi virkar þannig að þú þarft að sem sagt, gera áætlun á hvað þú hefur í tekjur og sem sagt, verandi í hlutastarfi þá get ég ekki vita fyrirfram hvað ég er að fara að hafa í tekjur, þannig að þá þarf ég að sem sagt, lifa undir því tekjumarki sem að ég áætla, annars endar það í skuldum sem að ég þarf síðan að greiða. Og ég lenti í því núna í vor. Það hafði tekjuáætlunin mín verið einhverjum 100.000 köllum yfir sem sagt, áætluðu tekjumarki og þá voru tekjurnar bæturnar lækkaðar niður bara í 0 og ég mátti lifa á tekjunum mínum úr hlutastarfinu sem að dugði ekki einu sinni fyrir leigunni. Ég fékk það síðan leiðrétt og með skattaframtali þá leiðréttist það, en það að þurfa að lifa endalaust undir einhverjum mörkum sem að myndi ekki einu sinni teljast til, sem að teljast ekki meiri segja að vera fyrir ofan fátæktarmörk, það er ekki neinum bjóðandi og verandi að reka sitt eigið heimili þá er þetta bara að vera eins og að lifa í martröð. Ég til dæmis fór út á vinnumarkaðinn og hef reynt nokkrum sinnum að fara út á vinnumarkaðinn og það kemur alltaf niður á mér í skerðingum og vegna þess að ég á ekki lögheimili neins staðar þá kemur það einnig líka niður á greiðslunum mínum í almannatryggingakerfinu. Ég fæ sem sagt ekki heimilisuppbót vegna þess að ég er ekki með lögheimili neins staðar. Þessi viðmið eru til en einu stofnanirnar á landinu sem að fara eftir þeim eru bankastofnanir þegar að meta á hvort að þú getur tekið lán. Framfærslan er langt undir því sem að kemur fram í þessum viðmiðum. Að mínu mati er þetta brot á mannréttindunum. Það er basically búið að festa niður hvernig mánuðinni þínir eru. Þú færð ekkert valfrjálst, þetta er bara, svona er þetta og ef þú ætlar að ná að gera eitthvað, þá verður þú virkilega að skerða niður eitthvað staðar þar sem þú veist ekki hvar þú ætti að skerða niður. Vegna þess að þetta er allt bara fast, þú færð bara svona mikið pening og þetta er bara það sem þú verður að láta duga. Þannig að þú átt aldrei neina möguleika, þú getur ekki farið út fyrir ramman eða breytt til eða gert eitthvað öðruvísi. Þannig að fyrir mér, þá finnst mér þetta allt og lágt. Og mér finnst það megi aðeins laga til í fjárhagnum hjá fólki þannig að fólk hafi aðstöðu til þess að fara einmitt út og njóta þess að vera aðeins til líka í samfélaginu. Ekki bara fast heima hjá sér af því að það hefur gefnað að fara á kaffihús og fá sér kaffibolla eða af því að það þurft að fara til tannlæknis eða það þurft að kaupa föt á börnin.